þá byrjum við. Jæja. Fyrsta dæmið sem við erum að berjast við þetta er 10% dæmi. Þú hefði þennan. Ég er bara rauða eftir, grænir er svona að vera búinn. Þú ert með P af X, þú ert með D af X. Var ég búinn að sýna þér deilinguna það sem deildi 4 upp í 16 á það dæmi? Þú veist þetta hérna? Nei. Okay. Ég man að, það er alveg nótt síðan. Ok, ég ætla að sýna þér þetta fyrst. Þegar þú deilir þennan fjarka, þessum fjarka upp í 16, þá myndi ég spyrja, hvað gengur fjarkinn oft upp í 16? 4 sinnum. 4 sinnum. Það sem ég gerir næst er, hvað er 4 sinnum 4? 16. Þetta er plus 16. Já. Breytum formerkinu, þannig að verði mínus. Leggjum þessa 16 saman við hinn. Hvað færðu út? 0. Deilingin gengur upp. En hvað er 4 deilt upp í 17? Hvað gengur fjarkinn oft upp í? 4 sinnum. 4 sinnum 4 er 16 mínus afgangurinn 1. Ok. Þessa aðferð sem við erum að nota í þessari deilingu, við notum hana í algebru-deilingunni. Þú veist, hvað gengur hann oft upp í hér? Eða 4 sinnum hvað er 17? 4 sinnum. 4 sinnum 4 er 16. Breytum formerkinu, fáum afgang. Og í raun og veru ætti ég núna að fá lánað. Þá kemur komma, þá bæti ég 0 við. Hvað gengur fjarkinn oft upp í 10? 2 sinnum 4 eru 8. Breytum formerkinu. 2. Bætum 0 við. Þá gengur fjarkinn oft upp í 20. 5. 5 sinnum 4 eru 20. 0. Þessa deilingu munum við nota í algebru. Ok. Við erum með P af X sem lítur svona út. X í þriðja mínus 7x plus 6. Og við erum með D af X sem er X mínus 2. Það fyrsta sem þú ert beðinn um að sýna hérna er hvert er stig margliðunar. 3. Það er alltaf hæsta veldið. Stigið er 3. Þriðja stig í raun og veru. Svo við ætlum að fá að vita stuðlana. Er það ekki 0, 7 og 6? Nei. 0, 1, 7 og 6. Það er, ef við endur skrifum þessa jöfnu hér, frá hæsta veldi og niður úr, þá kemur hérna x í þriðja, og hvað talið fyrir fram? Já, 1. 1. Hvað er x í öðru veldi? Það er ekki, þannig að við verum að 0. Plus, og við segjum bara plus, 0. Það má vera mínus, en það er bara plus, því það er þægilega. Svo kemur x í fyrsta veldi, og það er þessi 7. Mínus 7x, og svo kemur 0. veldi. Við kallum þetta sem 0. veldi, af því x í 0 er 1. Og 6x í 0 er eiginlega bara 6 sinnum 1, sem er bara 6. Þannig að þú sérði yfirleitt ekki x í 0. veldi, en það er þarna. Plus 6. Þegar þú ert búinn að endurskrifa þessa jöfnu með öllum veldunum, þá ertu komið með stuðlana. Það er 1,0, mínus 7, 6. Snillt. Þessi tvö atriði, þau eru kannski að tikka 4 stig hámark af 10 og sjá hvað þetta er þægilegt 4 stig, 2 eða 4 stig.
sem að þetta tvennt að gefa manni. Það síðasta sem maður vill í þessu dæmi deildu margliðinu d af x í margliðinu p af x. Sem sagt, taktu d af x og deildu þið upp í p af x. Og við skulum setja inn það sem þetta á að vera. Við skulum hólfa þetta af hérna. Svona. P af x í rauninni þessi umskrifaða jöfna. Við skulum ekki nota þessa útgáfu. Við skulum nota þessa umskrifuðu. X í þriðja plus 0x í öðru mínus 7x plus 6. Látum strikinn á alveg til þetta. D af x það þessi hérna og við skulum setja það í stað. X minus 2. Og þá hefst þessi vinna sem ég var að sýna hérna 4 delt upp í 17. Hvað gengur fjarkinn oft upp í, eða 4 sinnum hvað 17? Þá spyr ég hérna, x sinnum hvað x í þriðja? X í öðru. X í öðru. Ef þú ert í vandræðum með að sérðu ekki alveg hvað að koma hérna, taktu þá þetta hérna x í þriðja og deildu með þetta hér, þessu x í hérna. Þetta eiginlega bara x í. Þá ferðu hvað að koma hérna upp. Það getur verið alltaf erfitt að sjá þetta, þá þetta leiðin að deila. Ok, við erum búin að finna hvað að koma hér. Alveg svo hvað gengur fjarkinn oft upp í 17, hann gengur 4 sinnum. Næsta skref var þá, hvað 4 sinnum 4? Það var 16. Það var 16. Nota grænan. Það sést ekki óbúslega vel á vídeón en það sleppur til. Hvað x í öðru sinnum x? Það x í þriðja. Það x í þriðja. Ég færi nú það sama tilbaka. En ég þarf líka að margfalda x í öðru við þetta hér. Það var hérna mínus 2x í öðru. Í öðru. Og taktu eftir það sem ég geri. Ég passa utan á þetta. Ég passa upp á það að þetta sé allt í beinni línu. Plús og mínus. X í öðru veldi. Það sé, x í þriðja sé í beinni línu hérna niður. Plús og mínus sé í beinni línu. Öðru veldi líka. Því að ef ég vandar mig ekki, þá gæti ég gert svona. Þannig að bara x í þriðja, mínus 2x í öðru og svo fyrir ég að blanda þessu saman. Það ekki gott. Ja. En þegar við margfaldum x í öðru við þetta hér, þá ekki x í þriðja, mínus 2x í öðru. Setjum strikið eins og ég hefði gert hér og breytum formerki. En nú gott að vera annan lit, því að þegar ég breytum formerki, þetta verður... Hann setti alltaf, hann má byrja að setja sviga utan í það. Já, af því hér mínus, þá ger ég sviga og breyti því í plús. Já, ég að menna utan allt draslæðinu niðri. Hérna? Já, til að við myndum verið reglast í skildi það. Þá notar þá leið sem þér hendar. Ef þú vilt setja sviga, gerðu það. En mér finnst gott að nota annan lit líka. Já. Þú getur strikað yfir gamla formerkið og sett nýja fyrir ofan líka, bara með blýanti. En nú skulum við leggja þetta saman, eins og ég legg 17 við þetta hér. Ég að leggja þetta saman. En samlagningin mun gefa mér 1 hérna. Við samlagninguna hér, þá dettur x í þriðja út. Þannig að það hverfur. En hvað 0 plus 2x í öðru? Þetta 2 plussar. Þetta verður 2x í öðru. Já. Ég að leggja saman, þetta ekki margföldun eða eitthvað svoleiðis. Það sem hangir þetta með, það verður að detta niður líka. Og ég passa með það ekki, ég veit að þú skrifar illa. Þannig að passa þig, láttu þetta koma hérna beint niður. Plúsinn og 6. Það sem gerist núna endurtekið efni. Í staðinn fyrir að spyrja x-inu hvað þetta hér, til að fá þetta hérna,
Þá spyr ég x-inu hvað þetta hér? Það hérna bara plus x í nei, 2x, plus 2x. Plus 2x. Það rétt hjá þér. En ef þú hefur í vafa, það hefur getað tekið þetta hér, 2x deilt með þessu hér. Það hefur séð það að þetta út hérna. Þannig að það verður 2x í fyrsta. Og ég ætla að þurrka út þessar grænu línur vegna þess að ég ætla að nota þær aftur, nema hvað ég nota það núna hér. Hvað 2x sinnum x? Já, það 2x í öðru. Það 2x í öðru. Það eina leiðin til þess að fá þetta sama aftur. En hvað 2x sinnum mínus 2? Það 4x. Hvers konar 4x? Plústala sinnum mínustala. Það mínus. Held línunni. Og þetta strik sem ég býna til, það nær alveg til enda. Og þetta nær líka til enda. Þú sér, þetta dálítið, maður reyna að halda ákveðnu snirtifræði þarna í gangi. Skiptum formerki? Já. Plus, mínus, já. Og plus. Plus. Leggjum þetta saman. 2x dett út. Mínus 7 plus 4. Það verður 3x. Hvers konar 3x? Mínus. Mínus á herritölunni. Og plus 6, ég reyna að koma henni hérna líka í beinni línu. Já. Aðeins farið að drifta hérna niður. Hefst á ferli aftur. X-inu hvað mínus 3x? Það mínus 3. Mínus 3. Takk þetta lækkar alltaf í veldum hérna. Þetta í annað, fyrsta veldi og núllta veldi. Það myndi aldrei ganga eins og, þú veist, fyrstu hugmyndirnar vorum að hafa þetta í öðru veldi. Það hefði aldrei gengið. Við erum búin að koma tölunni hér upp. Hvað mínus 3 sinnum x? Það mínus 3x. Mínus 3x. Og 3 sinnum 2 eru? Það 6. Já. Hvers konar 6? Nei, plus 6. Plus. Af því að þetta mínustala sinnum mínustala. Ok, strikið, fræga, breytum formerki. Þetta þristur út. Og 6. 0. Deilingin gengur upp. Hvernig styrir þetta? Bara vel. Þetta stórkostlegt. Taktu eftir, við eittum kannski, hvað ég segja, 5 minútum í þetta dæmi. Stoppum vídeó og sjá hvað það er langt.